Cheers! Cheers! Oh my god, við erum að kveðja nýtt ár. Eða gamalt ár. Við erum að kveðja gamalt ár. Oh my god. Og bjóða velkomin nýtt ár. Já, vá. Í kvöld. Það crazy. Já. Þetta okkar hvað? 5. skipti. Ekki einu sinni reyna þetta. Þetta 5. skipti okkar, Ok. af því að það fór einn til spillis. Já. En þetta er 7. ára sem við förum inn í saman. Já. Hældi því. Og með ykkur. Já, með As ykkur. always. Tepos besties. Oh, we love you guys Oh the my most. god. Oh my Nú god. fer ég að grænja, sko. Ég trúist ekki. Nei. Oh my god. Og þetta ár er bara búið. Það er búið. Það var að byrja. 2005. Ég sverða það var að byrja. 2025. Það var að byrja. Já. Við leiðum bara eins og vorum bara hér bara fyrir korteri síðan. Já. Ég alveg tala. Tími líður allt og hratt. Allt of hratt, sko. Jesus Christ. En hingað erum við komnar að kveðja 2025 með ykkur og við ætlum að fara yfir árið, gera það upp, hvað gerðist á árinu. Þetta er annóllinn, sko. Þetta er annóllinn, þetta er okkar áramótaskaup. Þetta er okkar skaup. Þetta er besta skaupið. Þannig að vonandi eru þið bara getting ready for tonight og þú veist, þó sem maður sé að bara eiga lágstemt kvöld eða eitthvað þannig að maður er alltaf að greiða sem maður fyrir alltaf fínn inn í nýtt ár. Það er alveg smá regla. Það er það. Allavega fyrir okkur. Nei, ég veit að sömu takar, þú veist, jólinn í náttfötum og eitthvað svona cozy heitt og bara fair, skilur, bara love it for you guys og það er ógeðslega cozy en það er öðru sem er gamlos, þú veist, þá er maður að fara inn í árið, þú veist, fara inn í nýja árið fínn og sætur, sko. Já, maður verður eiginlega að gera það. Já. Aðeins að skála, aðeins að bara hafa gaman með sínu nánasta fólki. Og dressa sig upp Já. og, já. Það er svo gaman dressi. Mér finnst eiginlega, ég er alveg svona að verða smá hrifnar að gamlos, sko. Já. Þó, Já. þú veist, þó að sé alltaf þetta stress skilur eitthvað bli. Alltaf svona smá svona vombrið, þú veist. Já, en það er mér skemmtilega svona átfyllega sér. Já, ég er alveg sammála því. Það er meira svona glam og glitz og spritz og skál. Það er bara að finna, þú veist, augskugguna sem er með glimmer í og þú veist, það er aldrei til of mikið af sparkles á gamlos, það er ekki til. Aldrei. Þannig að bara, let's shine bright tonight. Já, ég held það. God. Oh my god, það er bara komið að þessu. Ég trúi ekki. Býtu, við eigum að setja okkur hattinn. Nei, er það ekki bara? Við erum ekki að, þú veist, pósa for the thumbnail. For the thumbnail. Var alltaf jafn sætur með svona hatta, sko. Ok, eitt for the thumbnail, Birta. Ok. Happy New Year! Happy New Year! Oh my god. Nei, sko, ég fæði svo miklu undiröku. Þetta er ekki hægt, sko. Þú veist, er enginn sem er bara að, hérna... Það er ekki að hann eitthvað betra system. Einmitt. Það er svona alveg búið til eitthvað svona spangir. Það eru 100% til spangir. ættum kannski að finna Við þær. erum með kórónu líka og eitthvað hannig. Já. En þú veist, það er bara eitthvað svo cute við svona sullitan hatt. Já, og bara eitthvað svona pappa dæmi, sko. Við fengum þetta í Hagkaup. Já, og fengum við til Hagkaup Já. ásamt bara flest, öllu. Já, Öllu skrautun okkar. Öllu skrautun okkar. Já, þetta er allt úr Hagkaup. Já. Þannig að hérna, ef þið er ekki búin þá er ennþá opið og Einmitt. þið getið drifið ykkur að næla ykkur í skraut fyrir kvöldið. Það er svo mikið skraut í Já. bóði. Bara líka í, þú veist, bara öðrum deildum, ekki einu sinni bara nýjársdeildinni. Nei, þetta fara bara í svona ammælistildina Já, og og við fengum þessa kúlu þar, gömlu góðu kúluna. Já, við keyptum hana sko í fyrra eða hitti fyrir, ég man Já, það ekki ég man einu það sinni, ekki heldur. í Hagkaup, en Já. hún er ennþá til. Hún er Það ennþá til, gladdi okkur að sjá það í gær þegar við fórum að shoppa. Já, og diskokúluna góðu hérna. Já, seriurnar og svo erum við með borðan, Happy Já. New Year. Við keyptum alls konar líka bara í ostabakkan fyrir New Year's. Við gerum það. Þannig að það er bara allt til alls þannig Hagkaup. Hvað voru? Við vorum að leita svo mörgu í Hagkaup. Gær. Já, við náttúrulega keyptum eitthvað svona ákveð, við keyptum köku. Já, kerti, kveikjar, þú veist, það er allt, þú veist, í alvörunni. Við þurftum ekki að fara nýtt hana. Nei. Nei, það er það þægilegasta við Hagkaup. Það er það besta. Það er, it's a one-stop Já, ángríns. One stop shop. Já. Hagkaup. Já. Velkomin, þetta er nýja slóganið ykkar. Já. En í ostabakkan er alltaf best að vera með Göteborgs súrdegskeksi. Að sjálfsögðu, og við náttúrulega erum með það. Já. Við ákveðum að hafa ekki, því við erum að gera ykkur greið að smjætt ekki. Já, við erum alveg búin að taka þetta smá persónulega. Já, og það er bara fínt, þú veist, við elskum hérna uppbyggilega gagnrýni, þannig Já. að við tókum þetta bara til okkar Já. og við ætlum að borða ostabakkan bara eftir, Já, ef við erum búin að taka upp. Mhm. En það verður sjálfsögðu Göteborg súrdegskeksi. Klálega. Það er long best. Það er það. Já. Hvað er að byrja? Ángríns, hvað er ég að byrja? Ef að fara yfir pop culture árið eða fara yfir okkar ár? Ef að fara yfir, já, tilbúðs árið. Já. Já, ég til já. Þetta var stórt ár hjá okkur. Þetta var mjög stórt ár hjá Og- okkur. Stærsta ára okkar. Já, það er alltaf stærsta Já. árið þegar kemur nýtt ár, Já, sko. klálega. Það verður leiðilegt þegar við segjum eitthvað tíman þetta ár var ekki eins gott á í fyrra. Nei, það var hræðilegt. Því við erum alltaf að reyna að vaksa, sko. Já, einmitt. Eins og allir.
skilur Já, ég held enginn sjálfsögðu. ekki að reyna að vaksa alltaf Alltaf að reyna að Já. bæta sig og það er bara gott. Já. Og en við borðum þannig 12 vínber í síðasta gamlársþætti Já. og það hefur greinilega skilað sér. Einmitt, og hvað áttu þetta grænum vínberinn að þýða? Því að munur á grænum og rauðum? Já, sumir segja það, aðrir segja það ekki. Þú veist þannig að það fer svona eftir en sumir segja að rauður séu fyrir ástina og grænu séu meira fyrir svona hamingju og mögulega peninga. Við tókum grænu í fyrra. Við erum með grænu núna Við erum með aftur. grænu í ár, við erum náttúrulega Kannski ætti þú að taka rauð fyrir ringin, sko. Kannski! Við áttum að kaupa sér ykkur vínberspókan, sko. Herðu, ég náttúrulega borðaði þessi 12 og ég fekk ring. Það er rétt, Já. það er rétt. Það er crazy. Þannig að þú veist, ég held að það sé bara svona, að skipta ekki öllu máli hvaða litur það er, en reglan er þess að gera þetta, þú veist, á mínútinni fram að Já, 23:59 Já. til 0:00. til Undir 00. borði. Já, undir borði og það er líka annað, sumir segja að það skiptir máli, aðrir segja það ekki. Þetta kemur sérst upprunalega frá Spáni, sem er skemmtilegt, en það er því að það er ótrúlega mikil, svona, við ég á með þetta að skrifa þetta niður. Það var hefði nú rættu sem reykja til Spánar og vínrektendur á Spáni fengur sérstaklega miklu uppskeru alltaf á þessum tíma og hvöttu þá fólk til að borða vínber á gamlarskvöld til að selja byrðir. Já, auðvitað búið til ykkur hefðu því. Já, að sjálfsög, en ég elska svona, allt svona sem bara við getum gert eitthvað skemmtilegt úr. Já, einmitt, og bara food waste, skilu, minga food waste. En já, þetta er svona, þetta á að hvert vínber átakna 1 mánuð á 9 ári. Auðvitað, þetta er 12. Já, 12 vínber og ef þér tekst að klára vínberinn á réttum tíma þá á að færa þér heppni og gæfu allt árið. Margir óska sér að hugsa jákvætt við hvert vínber. Það er ógeðslega cute. Já. Þetta er alltaf skemmtilega hefði fyrst mér. Já, þetta er svona vinsæl gamlárshefð sérstaklega á Spáni en hefur núna verið bara að breiðast til, þú veist, allar heimsins, sko. Kannski með aðkomu TikTok, þú veist, að við erum öll bara að deila okkar hefðum. Já. Við erum bara svo mikið sharing is caring. Já, sharing is caring. Þannig að þetta var gott, mjög gott ár, ef fyrir mjög þetta. Við ætlum að fara aðeins yfir teboðið 2005. Já. Það er svo mikið á þessu ári. Opna þetta hérna með þér. Við erum búin að taka saman bara, þú veist, janúar, febrúar, mars, apríl, maí, júní, júlí, ágúst, desember. En í janúar, Birta, þá fengum við bleika smekkinn okkar. Já, bestu Eirvík lét okkur hafa drauma ísskápinn. Og hann hefur skilað góðu. Ertu að djóka, við erum alltaf með ískalda drykki. Ískald Coca-Cola. Fyrst ætlum við náttúrulega að hafa regluna að það mætti bara vera bleikt og við alveg höfum sambandi við Coca-Cola spyrum hvort getum við framleitt bara með bleikum fyrir okkur. Þau segja alveg já. Við höfum bara eftir að láta það gerast. Það er bara á leiðinni, en aftur á móti þá erum við alltaf með bara ískald Coca-Cola alltaf. Þú veist, það má vera rautt. Já, það má vera rautt. Það er líka bara fallegt. Þetta er eiginlega sko drykkjafangaskápurinn okkar. Já. Það má eiginlega ekki vera matur að inn. Það má ekki koma inn lykt. Nei, við viljum ekki að lykt. Nei, við viljum bara hafa þetta svona. En þannig já, það er rétt. Við fengum bleika smekk í ísskapinu. Hann er að verða 1 ás. Oh my god, baby. Það, já, en hann setur svo mikið svip á skrifstofun okkar. Já. Þið sjáu það alveg í vídeónum okkar og TikTokunum okkar. Já, hann er alltaf inn á. Já, we love him. We love him so much. Það er alveg, þú veist, þannig að ef ykkur langar nýjan ísskap þá mælum við með. Guð mig góður, sko. Ef það væri ekki innbyggður ísskápur heima með mér, þá myndi ég tróða hann heim. Oh my god, sammála, sko. Það verður að taka viku bara. Já, það verður maður að skipta hann hér. Það væri skilað. Ágríns. Elsku baby. En já, það gerist líka fleiri í janúar. Já, bókabóðið var sitt eigið podcast. Já. Veldi því. Það er styrlað. Þetta er alveg eitthvað sem hún er að gera lengi. Að fara við bækur og vorum alltaf bara með þetta í áskriftinni en svo vorum við bara svona, það er heil heimur af booktalk að núti og bara bóka fólki og við erum svo þakkláttar að fá að vera með í því. Já, það er svo gaman. Með Storytel, já. Skemmtilegt svona öðruvísi hópur, skilur, sem maður er að spjalla við. Og líka bara nýjir heimar sem bara til dæmis ég fengi að kynnast á þessu ári. Þannig að mjög, fantasy heimurinn. Ég fór yfir svona smá topp 3 hjá okkur. Já. Og vinsalasti bókabóðsþátturinn var Twisted Love. Vá. Sem er til á Storyteli bæði á íslensku og ensku. Er hann ekki að koma? Hann er að koma á íslensku, já. Hann er að koma á íslensku? Já, sko mælum með á ensku, hann er slay. Já. En hann er að koma, ég megum að segja frá. Ég veit það ekki, en við getum bara sagt, við generally hefum enga hugmynd hvort við megum segja þetta ekki. Nei, þetta er alveg 10, sko. Þetta er alveg 10 og ég veit ekki hvort ég gæti hlustað. Ef ég var alveg reynskilin. Já. Oh my god, við verðum. Af því að þetta er íslenskt par. Já, leikarapar. Vinsælt á TikTok. Já, að fara að lesa
Þetta er eitthvað annað en spicy, sko. Þetta er very spicy. Þannig að það er við verðum að hlusta á þetta. Við verðum að tjekka á þessu. Það er alveg, já, þetta er alveg smá erfitt, sko. Já, af því að við, þú veist, þetta par hefur komið í tilboðið. Ég veit ekki, ég ætla ekki að segja hvort það hefur komið saman eða sikkur, skilur. Nei, við getum ekki sagt meira. Við vitum ekki hvort við megum segja meira, en það er alveg sturlað. Þetta er pínu crazy. En Twisted Love, já, númer 1. Já, númer 1 og Twisted Love, sem er alveg skemmtilegt. Já, geðveikt, já. Af því við erum með alveg nokkra svona vinsælar bækur eftir Colleen og Frida, skilur. Já. En svo var Fourth Wing. Fourth Wing, já. Fantasían. Já, Fantasían góða. Og svo var A Court of Mist and Fury. Já. Númer 3 hjá okkur. Þannig það er brjálæði að gera í bókabóðinu. Við erum með alls konar genres. Já, við fyrir með alls konar og þið getur tjúnað inn í það, þú veist, þið getur tekið allar bækur sem við tökum eða þið getur bara tekið það sem hendar ykkur eða hvernig sem það er, en það er bara ógeðslega gaman að vera með. Já, það er svo gaman. Og það er svo gaman að ræða bækur. Það komur óvart. Ég vissi ekki alveg, þetta er svona unlockar svona nýtt hobby bara hjá okkur, skilju. Þetta er bara, það er svo gaman bara þegar við sitjum niður í bókabóðinu, bara please, sitja það sem áramótadeiti að join okkur. Já. Að það er svo gaman að sitja niður og ræða bækur, að maður verður svo passionate, skilju. Já, maður verður það. Og maður ímyndar sér allt mismunandi, þú veist, þannig að það er svo gaman að ræða það líka. Það er svo skemmtilegt. Mjög gott, sko. Mæl með því. Svo kom febrúar vantar hérna. Já. Má ég sjá, já, þú veist, við förum við topicsinn hérna í janúar. Þá byrjuðum við á, þú veist, það var helling, en svona, við tókum saman bara það sem var svona stóð upp úr, skilju. Og við tókum The Wicked og Wicked Curse. Þannig að við nýbúin að fá þið til að fara á Wicked. Já, ég fór með þeirra á hana. Alveg lók sýningar. Við fórum klukkan, þú veist, 2 daginn. Já, bara eitthvað krútt og sko. Já, var svona 4 í salunum. Já, ég er alveg smá fegin samt að ég tók þið að þú beilaðir last minute á númer 2. Já. Þú hefðir alveg held í cringe yfir þig. Það gæti alveg verið, sko. Ég er samt alveg til, ég ætla alveg að kveikja á henni þegar hún er komin á bara streymisveitur. Já. Þú veist, ég held ég geta alveg bara haft hana heima. Já. En ég hugsa alltaf en Birta hefði kannski sofnað, því hún sofnar á öllum skólum. Ég veist ekki sofna á housemate, ég lofar því. Ég veit það. Já. Ég veit að þú myndi ekki snúsa á henni, sko. Nei, ekki fræðilegur. Jesus, ég er svo spennt fyrir henni. Já, við tókum líka fyrir janúar The Molly May Behind It All seríuna. Auðvitað. Það var náttúrulega styrlaði svona bara breytingar í lífi Molly May að þetta var að koma út, sko. Þannig að það var mjög gaman að taka það fyrir. Á nýjan hátt. Já. Svo náttúrulega All Stars. Love Island All Stars, of course. Fórum alveg mikið í það. Við tókum alveg nokkra þætti, bara byrjuðum að taka fyrstu 12 þættina og svo tókum við finalinn og eitthvað þannig. Alls konar til í bæði opnu og áskrist hjá okkur. Já, það var mjög skemmtilegt. Já. Náttúrulega styttist í nýja All-Star-seríu, við erum mjög spenntar. Já, en svo voru líka að taka þarna Your Second Trimester. Já, það er rétt. Og tókum það bara ólétt. Já, ég var ólétt. Ég byrjaði þetta nýja ár ólétt. Mér er svo crazy að janúar sé Your Second Trimester. Það er átt, skilur við. Svo bara í mars. Já. Það er svo crazy. En við vorum að fara yfir það. Já. Ég var búin að klára það. Já, þú varst að byrja á 3. eða eitthvað, já. Algjörlega, þannig að við fórum yfir það allt. Og svo náttúrulega var Blake Lively og Justin Baldoni. Já, bara ennþá ongoing. Við skrifum It Never Ends With Us. Nei, ángríns. It never does. Já, tókum við líka draugum líka. Já, svo tókum við skemmtilegt fyrst á þessu í febrúar. Já, við varum að endurtaka þennan leik. Já, við tókum svolítið svona Love Season. Já. Og klárlega minn allra uppáhaldsþáttur í því seasoni var að fá Bensa Gunna. Já. Fyrsta skipti. Já, það var gaman. Það er alveg svona stígamót, sko. Já, það er það. Loksins ná að samfara þau 5 years in að koma að vera með þátt. Það var ógeðslega gaman. Já. Mér þykir vænt þann þátt. Ég mig líka. Og já, svo var það náttúrulega Steind og Þórdís og Júlí, það voru ógeðslega mikið að gerast. Já, við tókum friendships og couples. Já. Sem er mjög mikilvægt að því að Galentines og við skilum hann Galentines. Galentines, it's a word. Já, we made it up. We made it up. 100%. Það er potið eitthvað búin að made it up líka. En svo var líka Super Bowl í februar. Það var. Kendrick X Drake drama byrjaði. Sturlað. Og það er rauninni fyrsta beefbóðið. Já. Við skýrðum þetta eitthvað, beefið heldur áfram með eitthvað beefið, eitthvað bla bla bla. Það var svona kom hugmyndin af beefbóðinu. Sem var klálega að skila þessi núna í desember. En það var ógeðslega gaman að fara við það og þetta var bara, þetta ár byrjaði með krafti með The Super Bowl halftime show, sko. Þú veist, bara hann þegar, þú veist, hann mætir hana í flare pants og Serena Williams að taka sporinn og þú veist, ég veit ekki hvað, sko. Það var crazy.
og þú veist, það var eitthvað svona rating þeim með húsinu hjá Draco, eitthvað mannstu? Það var svona, nei, hann postaði, nei, það var ekki þannig, ég rugla. Hann postaði bara svona, þú veist, GPS af húsinans, bara hvar það væri og eitthvað svona, og kallaði eitthvað pídó-dæmi, eitthvað dæmi. Þetta var rosalegt. Það var rosalegt, maður. En svo tókum við officially fyrsta bífbúðið. Já. Það var Anna Paul, ástralski TikTokarinn og Michaela Testa fyrir mákonunnar. Já. Stórt. Já, það var alveg rosalegt. Það var stórt, sko. Já. Og þar byrjaði bífbúðið, sko. Já, og núna hún alltaf bara með Harry Yossi, ástralska gæjanum. Hann alltaf bara með öllum, alls. Já, en þú veist, þau eru búin að núna alltaf hittast reglulega. Ok. Já, skrítið, sko. Þau eru bæði svona, eins og Sagan segir, svona frekar toxic, sko. Já, svona kansaluðu eitthvað neginn smá, kannski pínu. Já, taka svona sporin saman. Einmitt. Já, svo tókum við alltaf bara fyrir, ég held áfram að taka fyrir Lofaðend. Já. Hann í febrúar, svo kom mars. Og það náttúrulega ammælismánuðurinn. Það ammæli. Þannig að við náðum því bara. Við náðum því. Tókum við upp ammælistáttum minn samdagurs. Ég man það ekki. Jú, ég held að, við gerðum það. Pældi því? Daginn sem ég held það. Já, með stelpunum. Við fórum út að borða og eftir á og eitthvað næs. Og svo á ammælisdaginn minn sjálfan, þriðja, þá sem sagt horfðum við á, nei, þú komst heim á bolludagur. Já, bolludagur. Þú komst heim til mín með bollur. Já, alveg. Og við kveiktum á bíómyndinni sem allir voru búin að tala um. Get ekki muni hvað heitir. Óskar svona myndir með, hvað heitir hún vinkun okkar? Zoe Saldana. Já. Hvað hét svona? Söngleikumyndir. Vá, þetta stólur mér, já. En Við horfðum á hana, já. Svo fórum við eitthvað að taka upp. Ég man ekki hvað var. Já, við fórum að taka upp eitthvað. Já. En við fengum líka geðskemmtilegan gest í mars, við fengum Dr. Fútból eða Hjörvar Hafliða. Eða Herra Fótboltaspil. Herra Fótboltaspil, hann kom. Það var gaman. Það var mjög gaman. Já. Það var alveg mjög vinsæll þáttur hjá okkur. Já, hann var skemmtilegur, sko. Það komið að spila inn á svona alls konar hópa sem komið randomlega inn á teboðu, sko. Já, allt í einu bara tjúnuð fyllt af ykkur fótbolta-áhugavönnum inn á teboðu. Það var bara geggjað, sko. Já, það var ótrúlega skemmtilegt. Og svo í sama mánuði þá kom út Elsku litla barnið okkar, Mini Besties. Mini Besties. Það var mjög skemmtilegt. Það er svo crazy að hugsa að Mini Besties koma á þessu ári, sko. Ég veit Mér líður að sé bara jafn gamalt Besties. Ég veit það. Þetta er bara lengi bígerð en kom á markaðinn. Já, kom á markaðinn, kom í búðir í mars. Já. 2005. Það var trillt. Og í áskriftinni tókum við, ég held að þessi fyrst skipti sem tókum þátt í Öskudi. Já, að því við vorum búin að spara hennar búning, þannig að þú var orðin mjög ólétt. Já. Það varst ekki nógu ólétt þegar við keyptum hann í október. Þannig að við tókum Juno, third trimester, bara að ræða, þú veist, þennan síðasta kafla hann voru bara einhverjur nokkri dagar til stefnu. Já. Þannig að svo tókum við Bífbúðið Alabama og Bad Baby. Já. Og svo fyrsti þátturinn. Án þín. Án mín. Já. Það er crazy að það sé til tepastáttur án mín. Það er ógeðslega skrítið. Það er ógeðslega skrítið, sérstaklega fyrir mig, sko. Mér fannst það, en ég veit ég hef sagt þetta ofta áður en mér langar að segja þetta aftur, ég man hvað var svona ógeðslega gaman að fá að vera hlustandi tepasins. Já, og bara vita ekki, skilur. Bara að fá að tjúna inn og bara, ég man, ég kveikti á þessu heima og bara, með bara nýfætt barn og var að horfa og ég bara svona, oh my god, svona líður ykkur. Já. Eitthvað svona hlusta, bara var hvað gaman. Bara, já, þú veist, við sagt ekki að tala um að heyra recapið á Sabrina Carpenter tónleikaferðalaginu hjá okkur, Jói og Evu. Ógeðslega gaman. Já. En bara... Það var mjög skrítið að hafa þið ekki. Nei, bara takk Eva og Jóa fyrir að standa vaktina. Já. Og taka þetta með sinu. Já, bara dásamlegt. Já, þetta var bara frábært. Og já, þarna byrjaði alveg brandarinn, sko, með draugana. Og Síkóin. Og Síkó. Ekki í þessum þætti vissulega, en í þessum mánuði. Já. Þá byrjuðum við að tala um Síkó ömmuna sem Birta allar að verða og ég líka vissulega. Já, við stefnum hátt. Sem var stór brandari á live-sjónu. Já, svo bara mjög skemmtilegt, sko. Svo kom apríl. Og við tókum upp þátt, bara fyrst þátturinn var bara Keeping Up With Us. Og það var það eftir? Já, þá hefur örugglega í mars komið út fæðingarsagan. Já, hún hlýtur í mars. Heldur hún kom strax í mars? Ég man það samt ekki alveg. Nei, vá, ég greinilega ekki skrifa hérna niður. En já, hún hlýtur að vera. Já. Nei. Það fyrstu opni Keeping Up With Us. Já. Þannig að
og þá ég búin að trúlofast og eitthvað held ég. Við vorum bara að tala Kylie-ferðina kannski og að ég stendur inn þetta var eitthvað ég að ferðast ekki mikið. Já, ég ætla búin að fara í London, búin að fara Kylie-ferðina. Já, New York svona lengur búið. Já. En já, tókum við bara svona keep up þetta, setna og svo kom Birni til okkar. Já, það var mjög skemmtilegt. Við ræddum mjög svona öðruvísi, þú veist, ekki öðruvísi fyrir okkur, en öðruvísi sem það haldið að myndi kannski hlusta á Birni tala Já, drauga, því að Birnir kom til mín þegar við hittum hann í LXS ferlinum að hann kom bara til mér bara svona, ég vill koma í tepað og tala drauga. You're so welcome. Ég var bara, Birnir, let's go. Let's fucking go. Ángríns. Þannig að við fórum að byrjuðum að ætlaðum að tala bara drauga, svo endaði þetta bara á því að hvað trúir á, bara í höfuð. Sem var mjög skemmtilegt. Bara alveg á hemmur eða þetta, bara hvað sem sko. Það var ógeðslega skemmtilegt. Og í því sama mánuði þá tókum við líka fyrir Brain Rot sem svolítið áttu líka þetta ár sko. Já, en ekki árið finnst mér, bara fyrirparts ársins. Já, kannski hjá okkur foreldranum árið. Já, kannski. En það dói bara hjá mér mjög snemma. Já. En þetta búið að vera svona, þetta svona joke yfir 2025. Já, krakkan alveg overdid it, sko. Já, eins og með svo margt annað. Já. En líka í áskrift, þarna is Bieber okay í apríl. Við náttúrulega, og ég var alveg búin að gleyma svona þegar ég horfði tilbaka yfir árið. Já, það var þessi árið sem við höfum áhyggjur á hann. Bara miklar. Já, bara mjög miklar. Það var hann, it's not clocking to you. Já. I'm standing on business. Já. Þannig að við höfum miklar áhyggjur af Bieberunum okkar að það bara í apríl. Já. Það ekki langt síðan. Nei, einmitt. Hann var að posta alls konar randomly á Instagram og svo bara gáði út fyrirtæki og plötur og he was standing on business. He was. It was not clocking to us. Nei, ágríns. Og svo var það náttúrulega sjálfsögð stærsti þátturinn á öllu þessu ári í áskriftinni en það She's Engaged. She's Engaged. Það er náttúrulega þegar ég FaceTime að þessi surprise. Nei, sko, wow. Ég bara, ef það hafi ekki ennþá hort á hana þátt í áskrift þá tjúnið eina því ég var í alvörni bara. Það hafði ekki hugmynd og ég er líka svo ótrúlega þau stressuð eitthvað að segja þetta. Já, ég horfði á okkur klippu úr þessu þætti daginn, ég var bara vá. Ég var bara, það er FOMO. Já, þú varst FOMO. Af því að svo skrítið að hugsa, við höfum alltaf séð þetta moment fyrir okkur að við séum bara á sama stað. Já. Við getum bara knúsa okkur aðra og eitthvað. Ég bara bjóst ekki, ég er svo klúles með allt svona, þú veist bara, ég pæla ekki í einhvern veginn svona, Nei, ég held að enginn bjóst við þessu. Nei. Í Mexíkó, sko. Nei. Þetta var alveg surprise. Það var huge. It was a surprise. Svo tókum við Butterfly Effect, sem náttúrulega bara mikil umræða þarna í gangi. Já. Og svo byrjaði Get Ready With Us. Já, áskriftaliðurinn okkar. Já, sem ótrúlega okkur sem við elskum. Ég elska hann. Áskriftaliðurinn minn. Já, við erum bara að chit-chatta allt og ekki neitt og bara græja okkur. Er ég með eitthvað svona topic? Eitthvað þætti eða eitthvað svona, eða bara eitthvað? Já. Bara eitthvað svona krúttað. Og með við málum okkur. Já, ég elska þess. Mjög skemmtilegt. Elska hana lið. Mæ, þá tókum við fyrir Brain Rot í bara meira Brain Rot. Já, meira, auðvitað. Og náttúrulega auðvitað, Met Monday. Met Gala 2025, Black Tie. Það var skemmtilegt. Við erum alveg manifesta 2006 Met Gala, sko. Það er líka á að vera huge. Pældi ef við værum í New York. Já. Pældi ef við værum í New York. Það er alveg pínur stefnan. Við erum alveg smá að pæli í því, sko. Já, það er alveg pínur stefnan líka, sko, að því að þemaði ára svo sturlað en núna næsta ári, þú veist, núna næsta árið, það er, þú veist, þarna bara svona basically búningar. Oh my god, það er svona svipað eins og 2016 eða eitthvað. Já, þetta er svona 2015. Já, þetta er svona heitir eitthvað svona costume, eitthvað, lalala. Manstu ekki eftir Kylie og Kendall, er það ekki 2015, 16, man það ekki? Það er þarna. Það var uppáhalds Met Gala mitt. Já. Oh my god, líka, þú veist, núna er að koma 2006, smá útsnúningur. Og það er allir að tala um að þetta verði 2016 aftur. Það, ok, lofið. Það bara, þetta verður ekki 2006, þetta verður 2016. Oh my god, ég elska það. Elska það. En svo, líka því, þú veist, coachararnir í ár, þú veist, er alveg huge. Beyoncé er frá að mæta fyrst skipt í 10 ár. Hún er að sjá eitthvað gestalistan og eitthvað, ekki? Já, hún og Venus Williams, þú veist, systir Serena Williams, og fleiri, hvort þessi ekki Nicole Kidman eða eitthvað, ég er ekki með þetta skrifa frá mig, en stórnöfn og bara konur. Það er alltaf rosalega líka bara Beyoncé, sko. Já, það er rosalega, nei, 10 ár. Já. Wow. Já. 2016, it's back. It's back. Wow, það er huge. Svo tókum við fyrir hvernig komst það framhjáldi. Það var skemmtileg þáttur. Það var mjög vinsæll þáttur. Já. Það var mjög vinsæll þáttur. Já.
Það var gott að taka það fyrir. Við vorum alveg með nokkra svona bangers 2005, sko. Já, þetta. Þetta var alveg banger. Svo það ferðatipsin. Og Mæ var góðu mánuður, af því að þetta allt bara topp 8 okkar, sko. Já, einmitt. Tölfræðilega séð. Svo var Summer Inns. Svo tókum við fyrir í áskrift. Hvað Labubu? Við tökum þetta fyrir í mæ. Takk fyrir. Krakkar mínir. Og þetta var byrjun mæ, sko. Já. Þessi áskrift, þetta heldur fyrsti áskrift áttur okkar í mæ. Já. Þess að við erum bara að ræða Labubu. Við valla vissum nafni. Og enginn vissi hvað vorum að tala. Nei. Sturlað. Þannig vorum við bara að panta okkur og geta eðla mikið að Labubu. Svo var bara leiðin í svona 3 vikur. Bara aðeins að ræða þetta, sko. Við tókum meira Get Ready With Us. Við tókum píkuspjall með Sigurdögg. Og þarna varst hún alltaf komin heim úr formúlunni. Sem sturlað. F1 Grand Prix. Og við tókum þátt með Birgitta Líf og Hildisif. Já. Geðveikt skemmtilegt þáttur. Já. Það var ógeðslega gaman. Já, svo gaman. Svo kom júní. Og þá tókum við fyrir fyrsti þáttur, það var Elizabeth Eva, King Kylie og Hailey Bieber. Þetta var nafnið komið. Já, þannig að þurftum að ræða. Já, þurftum að ræða nafnið og skírnina og svo var fullt í gangi með King Kylie og Hailey Bieber. 10 ára ammali. Já. Og Hailey Bieber, framan á Vogue. Þannig að þetta voru, og að selja rót. Já, einmitt. Það var business. Þetta voru huge konur. Já, huge konur, sko. Svo varum að ræða. Algjörlega, þessar 3 ár sanna. Já, flottastu konuna mínar. Við ætlum ekki að falla fyrir, var þáttur. Propaganda not falling for. Og svo var tími til að játa. Þarna byrjaði það. Það var stort. Já, þarna byrjuði játningarnar góður. Rísa stort, sko, játningarnar. Og heldu áfram út allt árið, sko. Og úrsal skoðanir komið svo líka og það var líka mjög vinsælt. Við reglulega grípum í það. Já. Það gott að taka fyrir. Einmitt. Og svo það besti sem business, sem þáttur sem við þykir óslega væntum. Við þykir rosalega væntum hann. Já, og gaman að svona einhvern veginn aðeins fara inn á það, þú veist, þann pól. Svona viðskipta hlutan í bara að reka fyrirtæki saman. Já, skemmtilega. Ég mæli mig að hlusta á hann, sko. Já. Bara, þetta mjög góðu þáttur. Já, ég heyrst að, sko, strákar svona sem komur óvart, þeir tjúnu inn á þennan, já. Ok, love. Bara vildi aðeins heyra. Já. Þú veist, þetta svona, kannski mikið svona oft strákur að tjúna inn á okkur svona viðskiptapodcast og eitthvað þannig. Já, viðskiptapólitík og þannig. Hefur ekki alltaf komin í pólitíkina, sko. Nei, en... Við erum aldrei að gera það. Nei, það er mjög ólíklegt. En viðskiptahlutan, við getum það, sko. Algjörlega. Og í áskrift í júni þá tókum við aftur og fleiri, Get Ready With Us, og tókum fyrir Ace Family. Já, það var drama, sko. Fyrir Catherine að gefa út bókina sína og það kemur í ljóst fyrir fullt og allt að hann hafi verið að halda fram hjá henni. Og hún mætist The Color Derry og þetta var messy. Þetta var messy. Það var gaman að taka það fyrir. Og Tanja Ýr kom. Sæði fæðingasöguna sína. Já, sem var ótrúlega skemmtilegt. Við erum alltaf með nokkra fæðingasögur ári. Já, ég menna, þú veist, vinir okkar að fjölga sér. Já, en það bara svo krúllegt að fólk bara vilji koma hingað og tala fæðingasögur. Já, ég sammála því. Það er bara dásamlegt. Bara við fengið Tönju, Birgittu, þú veist, þó nokkrar, Jóu. Þó nokkrar, Jóa hefur komið, já, þú veist, einmitt. Það er fullt af fæðingasögum sem eru hér í þessu setti, svona safe space. Já, þetta mjög safe space. Mjög fallegt. Og svo fórum við inn í júlí. Þá vorum við með tími til að játa meira. Já, við hefum ennþá fleiri játningar til að fara yfir, sko. Það er hverginari hægt, sko, það er rétt að byrja. Svo vorum við með Love Island áfram, hann ætla að byrja ný sería með nýju fólki, það var mjög skemmtilegt. Vorum með 300 þætti. Við þurfum eiginlega að skála fyrir því. Já, algjörlega. Og þessu árið fórum við 300. múrin. Múrin, woo, af opnum þáttum. Ángríns, það er crazy. Bara 300 af okkur að blabba hérna með ykkur. Og það var mjög skemmtilega þáttir. Mjög skemmtilega. Magnið að besta var hérna að stjórna live, við vorum live. Já, aldrei gert það. Nei, það var ótrúlega skemmtilegt. Það var ógeðslega gaman. Það var árið sem við fórum live, Birta. Það var árið sem við fórum live. Alveg 2 svar. Fórum líka hérna live á Black Friday. Já. Eða var það Singles Day? Singles Day. Já. Það var skemmtilegt. Já, geðvægt. Við tókum júli Get Ready With Us í opinni líka. Tókum einn þannig. Og svo tókum við ákveðið að byrja svona nýjan leið sem við eftir að halda áfram með. En það var tímavélin. Við þurfum að fara 2016 tímavélina núna í janúar, sko. Ég held það. Við erum aðeins að fara yfir það. Já, við tókum 2010. Já, það var ógeðslega skemmtilegt. Já, geðvægt. Svo náttúrulega stór skilnaður hjá Tammy Hembrow. Við tókum fyrir áskriftinni. Náttúrulega alltaf nóg að gera, sko. Já, það var okkar stutt síðan. Ég veit það. Var rosalega. Bara í júlí. Það er mjög stutt síðan. Svo tókum við smá Íslendingar á Spáni tjátt. Já, þegar við vorum þau.
Já. Við vorum Íslendingar á Spáni. Við vorum að upplifa það að vera Íslendingurinn á Spáni sem að allir Íslendingarnir voru bara í Íslendingabúðinni og eitthvað. Já. Það var rosalegt. Það alveg ákveðin upplifun. Já, það En svo tókum við líka pool chat sem fyrsti þáttur sem tökum ofan í sundlaug. Já. May there be more. May there please be more. Við varum það 2006. Þetta alltaf þægilegt. Þannig vorum alltaf bara alveg í húsinu, hjá þínu fólki. Já. Þannig að við gott, eins og hefðu við reynt að gera það í New York, það aldrei gengi. Nei. Það var svona gaman pool chati sem við áttum þar. Já, það var gaman. Já. Við vorum bara með margaritas, bara service. Chatta, sko. Það var æðislegt. En já, það var næs að gera þetta svona, það var alveg bankað upp á og að hoppa upp úr í miðum þætti. Já. Bara skemmtilegt. Næst tökum við bara pössunabíu með. Já. Við getum tekið upp meira. Svo í ágúst, þá var náttúrulega afmælismánuðurinn þinn. Já, it's my month. Já. August baby. Þannig að við tókum It's Sunny's Day, sem var mjög góðið þáttur, mjög skemmtilegur. Fengum við og Jói til okkar skipti afmælistátt. Smá svona partí. Já, fara yfir svona skemmtilega minningar með þér og gaman að gera eitthvað öðruvísi. Já. Og svo fórum við líka bara beint út að borða eftir það og gera mjög skemmtilegt. Það er gaman hvað við gerum alltaf daginn úr þessu núna, sko. Já, við erum farin að taka þetta upp núna á sama degi og afmæli sem og gefa út á sama degi, bara sjáta át og klippar á okkar. Já, thank you, Eiður, bara bestur, sko. Besti okkar. Svo vorum við fleiri játningar í ágúst. Hann kom svo með það svo hjá. Já, við loksins bara svona acknowledge það, bara halló, krakkar, what are we saying? Já. Það var alveg skemmtilegt. Og herran Netusmjör kíkti í heimsókn. Já. Sem var mjög gaman að ræða alls konar hluti. Já. Við rættum mjög margt. Já, eins og við svona, það er svona okkar vani. Við erum ekki eitthvað sticking to a topic. Nei. Við tókum Sydney Sweeney fyrir áskrift. Já, hún var alltaf cancelled þarna. Já, það var hérna auglýsingina, jeans. Já, jeans. Við fórum svolítið svona, við erum farnar að fara yfir alltaf fyrir ykkur sem eru ekki áskrift, en þá eru svona yfirleitt fyrstu þættirnir í áskrift sem kom út mánaðlega, svolítið að fara yfir hvað gerist í síðasta mánuði. Já. Og það hefur verið mjög skemmtilegt að taka fyrir að það gerist bæði stóri hlutur og litlir. Það er svona míní mánaða annáls, já, smá svona recap. Mánaðar annáls, já. Smá svona recap hvað gerðist og þannig var þetta svona hvað það stærsta sem við vorum að ræða, þannig við skýrum alltaf þáttinn eftir því. Þannig að það er útrúlega gaman að ef þið viljið vera svona fylgjast vel með. Já. Að fylgjast með þessum þáttum, sko. Algjörlega. Lofaland, það var að enda, held ég. Já, þetta var finale. Já, tókum hlaupachat, tala hlaupabóluna. Hlaupabóluna með Evu, okkar bestu. Og svo erum við allar Pick Me Girls. Þetta topic kom frá starfsnefnum okkar. Já, þetta var skemmtilegt. Þetta var mjög gott. Sjátt á hana. Já. Svo kom september og þá ræddu við loksins aftur eftirmáluna af Idaho 4 með Ingu Kristjáns og það var komin tími síðan hún kom. Já, það var komin, og hún hefur komið oft. Oft, já. Við vorum alveg í sjokki að það leiði svona langa tíma milli, af því að hún kom greinlega svona oft í röð, eða þú veist, á stundum tíma. 100%. Það er alltaf gott að grípa í Ingu okkar, sko. Já, og það var allt stórumálin. Hún gerir það nefnilega og það var ógeðslega gaman að spjalla við hana þetta og fara yfir þetta mál. Þetta er svo hjút. Og það er svo mörg mál sem hún er að fara yfir alltaf núna líka sem ég er bara svona, þetta er rosalegt. Þetta er rosalegt. Bara með að fylgjast með henni. Algjörlega. Svo eftir bara Stay Delusional og þetta kom svolítið í kjölfarið því að við bókuðum okkur háskólabíó og tilkynntum það og svona styrla. Við gerðum það bara. Þannig vorum við bara að manifesta að það myndi allavega seljast 500 við þar. Já, við vorum að vona það, sko. Já, vá, bara styrlað. Það var styrlað. Og við tókum fyrir Emmys þar líka. Já, Emmys. Alltaf, þú veist, White Lotus nr. 3 kom út á þessu ári. Stór serja. Já. Góð serja. Mjög góð serja. Og við fengum fyrsta skipti gerðum við vöfflubóði. Já. Og fengum þar Herdís og Mæju. Vá, hvað var skemmtilegt. Það var svo skemmtilegt. Þær eru bara booming right now. Þær eru booming, sko. Þær eru að gera geggjaða hluti. Fyrir samstarf með 66 Norður og þær eru bara flottastar. Þær eru flottastar. Já, þær eru það, sko. Þannig að ef þið hefði ekki ennþá hlust á hann, þá er hann ógeðslega skemmtilegur. Það er ógeðslega, það segja svo skemmtilega frá og eru með skemmtilega sögur og bara svona, let mann opna augum bara og maður breytist ekkert. Einmitt. Sama hvað aldur maður á. Já, 100% og ekki að gleyma að fylgja þeim bara á TikTok, sko. Einmitt. Algjörir snillingar. Algjörir. Og svo í áskriftinni var náttúrulega VMAs og A Man's Best Friend.
Man's best friend, fórum að síða það. Já. Sabrina okkar gaf okkur aðra plötu. Já, a whole new album. A whole new album, besta. Við tókum Spill the Tea með Binna Glee. Oh my god, það var góð þáttur. Það var rosalegt, sko. Það var styrlað. Binni, sko, það enginn sem spillar jafnvel og Binni. Bara enginn, nei. Ég get ekki nefnt eina mannesku. Heldur en Binna Glee. Það ekki manneska sem situr á jafn miklu 10 eins og Binni, sko. Hann er sett. En hann er satt alveg til í að spila því, sko. I love it. Það sem ég elska. Og heldum náttúrulega áfram í september með fullt af draugasögum líka. Já, á sjálfsögðu. Veit það. Við hefum líka mjög marga draugasögur inni. Já. Fyrir komandi myrkra tíma. Þegar við erum að manifesta snjóin eða þá. Já, please, Ertu over the snow eða? Væri til í snjó í janúar? Já. Bara fyrir eitthvað. Ég væri svo til í það. Já, til þess að fá eitthvað. Það er líka að fara að byrta til núna. Það var enda sætari. Leiðin upp bara, upp. Og þá er svo fallegra, þess enn fallegra að kemur snjór. Sammálaðir. Í október þá fórum við alltaf yfir hausttrend sem er alltaf bara eitt svona skemmtilegustu þáttunum. Sko. Það er rosalega vinsælt hjá okkur. Já. Getur sagt ykkur það? Já. Og það er ótrúlega gaman. Það er eina af mínum helstu áhugamál. Já. Það er skemmtilegt. Svo tókum við, gerum skammdegi skemmtilegt. Það var rosalega skemmtilegt. Já, það var ógeðslega gaman. Það er eiginlega einn af uppáhaldsþáttunum mér líka. Já. Og þú veist, þar fengum við alls konar hugmyndir eins og gera búbeskið og þannig sem við gerðum og það var ógeðslega skemmtilegt. Já. Við tókum alltaf Halloween fyrir að sjálfsögur. Þannig að Yeatskur var það loksins að Loksins að veruleika. Og Alexander Hamilton áttur alltaf þetta líka, sko. Alexander Hamilton. Ángreins. Við tókum Reitspeit sem ormar. Já. Shit. En já, í áskriftunum voru það draugar og Hamilton og svo náttúrulega loksins. Útfara stjórinn okkar besti, sko, Inger, bara loksins að fá eitthvað sem hefur verið að sinna líkum. Þetta var draumur. Þetta var draumurinn. Svo fyndið að Adam sendi og sinni bara, er það að meina þetta? Þegar hann heyrði þetta í ykkur þætti. Já. Er það að djóka, er það að meina þetta? No, we're fully serious. Já, hann bara, amma mín, hún er alveg til við eitthvað, fuck já, komi. Hann eitthvað, ég að fara að koma í tebúðir með ömmu minni. Og við erum með þáttur að fá Adam. Já, við tökum hann tökum Adam á 9 ári, en vá, hvað það var gaman að ræða þessar hluti. Og geðveikt. En já. Ég voru kindinni sem var smá svona... Við erum svo unserious. En við erum samt svo serious. Ég held að hún kunni alveg meta, þú veist, að það máli tala um þetta í léttu nótunum. Já, hún er líka alveg þar. Já. En við vorum bara svona, það var svo fyndið að horfa svipin á Adam eða horfa á hann þátt aftur. Þá er hann bara, þú veist, að svona reyna að halda eins og látunum þegar við erum að spyrja ömmu hans. Já, bara að prumpa það. Já, bara að prumpa það. Hún bara, nei, mýta, ég bara, ha? Ángríns. En já, þetta var mjög skemmtilegt. Þetta var ógeðslega skemmtilegt. Svo kom náttúrulega nóvember. Nóvember, besti mánuður í heimi. Við munum aldrei gleyma nóvember árið 2025. Fyrsta nóvember 2025. Besti dagur lífs míns. Já. Bara þökks ég ykkur. Þökks ég ykkur. Stærsti dagur í sögu tebóðsins. Já. 100%. Þetta fyrir alveg, it's one for the books. Þetta fyrir sögubækurnar, sko. En það var náttúrulega live show okkar gamla góða, sko. Gamla góða. Já, skulum bjóða. Ég hef ekki hugmynd og ég er svona fresta, við erum bara svona að lofa sjálfum okkar að fresta þessar umröðum þannig til nýtt ár kemur. En við þurfum að ræða þetta snemma í ár. Þetta byrjar núna í næstu viku. Kræst, við skal lofa okkur í að við munum byrja að plana þetta í október. Nei, það er bannað. Með að við gerum þetta stórt, sko, núna í ár, þá þurfum við að byrja fyrir, sko. Ef þið viljið hafa þetta aftur í nóvember, þá með endilega kommenta nóvember innundir. Já. Kommenta nóvember innundir á YouTube. Já. Ég elska þann tíma. Já, ég líka. Já. Ég fíla nefnilega mjög mikið. Ég nenni ekki að vera í... En 1. nóvember náttúrulega verður ekki laugardagur aftur. Nei. Þannig að 31. Halloween verður laugardagur á næsta ári nema að segja eitthvað hlaupa ára. I don't fucking know. I don't know. Spennandi. Spennandi að sjá. Spennandi við það. Svo er ég ekki með rétt ára hlaupa ára. Gæti alveg verið. Ekki dálítið síðan að hlaupa ára. Er það? Við finnst það svolítið stórt. Er það ekki 4. fyrstu eða eitthvað? Gæti verið. Jú, það gæti verið, það er á 4 ára fyrstu. Jú. En ég veit ekki hvort það sé komin akkurat núna 4 ár. Nei, ekki heldur, sko. Sko, nóvember á næsta ári. Það var 2004. Já, 1. nóvember sunnudagur. Ok, það var 2008 næst, þannig að það var fæn. Já. En já, þá þurfum við að svona pæla hvort við viljum hafa þetta næstu helgin eftir. Ég held það. Það ekki? Ég held það. Ok, þegar ég hef fyrst hér manifestum, hvaða dagur er það? Það er 7. My lucky number. Nei, sorry,
Jú, það er 7. Það er 7. Ooh, my lucky number. 100%. Bríett kom líka til ykkur í nóvember. Bríett, það var gæðu. Það var ógeðslega gaman. Það var á okkar lista lengi. Mjög lengi, sko. Við tókum It Girl Sarah Larson. Sarah Larson had a comeback. Yes, sir. 2016 coming back. Geðveikt. Já. Missed her face. Djöðlega hún bara. Við ætlum að fara á tónleika 2006. Já, please. Við verðum að gera það. Taka Midnight Run, sko. Já. Alveg. Í alfrunni. Hún er bara rocking it. Hún er bara Lush Life er komið á topplistana með öllum jólalögunum. Já, það er rosalegt. Já, það er jólalög. Það er bara Mariah Carey og hún. Já, og hún. Já, og hún er bara svo ekki dulla. Bara, þetta virkar svo vel hjá henni. Hún er svona markasetja Summer. Og bara Summer isn't over yet. Allir eru bara, I know it's Christmas, but Summer isn't over yet. Ég elska hana. I'm a big fan. I love her. Svo erum við í áskrift Joey Christ kom og leysti með okkur Dilemmas. Já. Það er skemmtilegt tvist að fá gesti að leysa með okkur. Já, gesti að leysa með okkur og svo er hann með sjálfur með Dilemma. Það er með feitt Dilemma. Feitt bíf. Sem að vaknaði þarna alveg aftur til lífs eftir þessa heimsókn. Einmitt. Til okkar. November likes, það er svona hvað við fíluðum í november. Það var óslega skemmtilegt að taka fyrir. Já, það var mjög skemmtilegt. Skemmtilegt sem við munum kannski halda áfram. Já, ég hugsa það. Secret Lives of Mormon Wives season 3 það stór serið það var Get Ready With Us þáttur já, og mikið til þess að fara yfir mjög mikið, það er ennþá svo mikið í gangi sko. Já, þau eru hvergin að hætt sko. Og í desember tókum við ótrúlega skemmtilegt aftur í ár, við gerum það líka í fyrra en tókum svona jólabesties þess að við fengum Emblu Vigum, Patrik Grinch, Heiður Ingun Fannar og Benna, Unnstein og Harald og svo engaðara heldur en aftur Joey Christ og Eyþór Völler í bífbúðinu. Rosalegt ár. Já, þetta er rosalegt ár. Rosalegt ár. Vá, þetta er bara búið að vera, það er búið að vera nóg að taka upp og nóg að gera og gaman að fara yfir þetta því maður er svona vá hvað ég áttum mörg skemmtilega samtöl við marga skemmtilega aðila. Svo gaman. Já. Fengum fullt af ótrúlega bara flottum gestum og bara spennt að sjá þú veist hvað gestir koma næsta ára líka. Við elskum líka að taka upp okkar, við eigum nokkra heiðursgesti. Já, og það er alltaf gaman að fá þau aftur. Elskum að fá þau, sko. Já, en hérna... Family. Já. Það er svona inner circle, teboðið og svo eru svona... Svo eins og við erum með reality show, skilur við. Já. Það er alltaf svona innri ringurinn sem kemur ofta og svo kemur alltaf svona einhver nýjur og stendur svo alltaf nafnið undir, skilur við, eins og Real Housewives og eitthvað. Já, nákvæmlega. Ég bara, nei, I love it, sko. Það er alltaf, þú veist, það mun alltaf koma ár þar sem að sumir heiðursgestir koma aftur. Klárlega. Þannig að, já, þetta var bara, ég er mjög spennt fyrir komandi ári og sjá hvaða gestir verða og hvað verður trending og hvað verður hot topic til þess að tala og... Pældi í því, núna er heilt ár framöndan, eins og við vorum að fara yfir núna, heilt ára topics, sem við vitum ekki. Nei, ég veit það. Þú hefur ekki sagt um mig í desember í fyrra, herðu, já, svo munið bara þvílíkt dettin í Founding Fathers af Bandaríkjunum. Nei, bara ég myndi hefur verið bara, have we lost it? Þetta er að segja þetta, ég var í pubquiz daginn. Já, þú sendið mér mynd. Ég var í pubquiz daginn og það kom bara hverjir eru á Bandaríkjaseðlunum og ég náði að nefna á alla. Oh my God, I'm so proud of you. Bara út af því að við horfum á þessa spóli og við náttúrulega bara kynntum okkur. Ef þið hafið ekki lustað á Hamilton þáttum okkar, hann er mjög fræðandi. Hann er mjög educating og við hefum fengið mikið hróst fyrir hann. Já. Okay. Where? Ég sver að það kom alveg DM bara sem var kannski bara svaraði. Já, sem var bara vákvað gaman að heyra ykkur fara yfir svona hluti, bara á ykkar hátt og á svo skemmtilegan, bara svona á mannamáli. Ef þið eigið eitthvað sögupróf inni Founding Fathers, horfið á hann bara sem skemmtun og læra að þið vil læra helling. Við lærum svo mikið. Ég gæti 5-falda spurningu í pubquiz Founding Fathers, ímyndið ykkur þetta hefur verið fram á tengdafóreldra mína eða eitthvað, skilur við. Oh my God, so impressive. Flags, eða bara fóreldra mína eitthvað, ég var hann framan Jói og Geira og Bensa, ég var bara, sáu þetta? Já. Og þau voru ekkert eðla impressed. They should be, já. Hvernig veistu hver Thomas Jefferson er? Oh, I know him. Talandi pubquiz. Það var ákveðið svona check sem að, við náðum í ár. Hvað gerðu þið? Við erum í spilinu. Rétt! Já! Besties? Já! Ég setti það í hillunum mína. Já, gott. Var það besties? Var það ekki teboði? Nei, það var besties. Wow. Það var eitthvað, var það ekki spurningin hvað
við tvær, bara nöfnin okkar, gáum út og það var Besties. Ok. Man myndi ekki hvort það var Besties eða Teboð. Ég hef ekki fengið þetta spil ennþá. Nei, ég man ekki hvort það stóð Teboð, eitthvað stöðlunar eða eitthvað þannig. Já. Ég er með þetta upp í hillunum minni. Að ég var bara, þetta var ekki sem mitt spil. Nei. I'm taking this. Ég var bara, sorry, I'm taking this. Og nú, sorry, Jóa, þetta hennar spil. Þú mátt ekki fá þessu spilninga. Ég var bara, I'm framing this. Já, ángurins. Það er alveg stór. Ég býð eftir að fá þetta í mínum kassa, sko. Ég sá líka, ég er í einhverju spili sem þú setur svona gleru á þig. Það? Já, nafni mitt. Svona, hver er maðurinn? Já, en gaman. Ég fekk mynd á einhverju með mitt nafn. Ég var bara, ég er 2 spil. I love it. Svo líka alltaf þess nafnið undir Byrnilæginu, sko. Já. Love that. Ég var líka í quiz. Þú varst í quiz, já. Mikael. Stóðum okkur alveg prýðilega. Ég meina þið töpuðu bara mótið sigurunum. Við töpuðum mótið sigurunum. En það er gott. Ég farið 2 quiz og ég bara tapaði mótið sigurunum og ég tek því á kassan. Það eru bestu töpin. Já. Fattar mig. Þú veist að þú hefðir getið unnið fyrir sigurunir. Ég veit. Já. Og þeir eru líka rugglaðir. En enga síður. Þótt að þú hefði kannski tapað mótið sigurunum, þá ert þú satt með byggarinn. Ég er enda með byggar, ég er að horfa það right now. Ég er alveg low-key sigurinn, Við erum alveg með quizbyggarinn fyrir framan okkur og þetta er faralds byggar. Þannig að hann sko flakkar á milli sigurverðana. Já, til þess að hundasýningum. Já, þannig að hann á ekkert heima hér. En núna, hann heima hér. Þú veist líka, Björn Bragi, eða þú veist það. Við viljum vera Teboðið. Já, ákveður með strákunum mæta sem Reykjavík MMA. Við getum alveg verið Teboðið Besties. Það er alveg lið. Einmitt. Já. Nei, sko, við erum að manifesta að við fáum að fara saman í pubquiz. Ég meina með að við orðin sem að Björn Bragi lét flakka hérna í podcastætti hjá ónefndum aðlum, þá ættum við eiga þenni. Við ætlum alveg að segja frá þessu. Já. Við lánum strákunum hérna Huginn og herra. Nei, þeir brutust hérna inn. Bara óumbeðnir og stálu settir okkar. Nei, sko, bara alveg. Bara við vorum í sjokki. Já. Nei, við lánuðum þeim. Rústuðu trjánum. Já. Nei, ég er hætt. Nei, við lánuðum þeim settið af því að bara auðvitað. Þetta er okkar vinnir. Þetta er vinnir okkar og við höldum með öllum öðrum podcastum líka. Þannig að bara gaman að bjóða þeim plattformi til að pröfa sig áfram. Já, klálega. Pröfa sig áfram. Hvort þeir vilji, já, ég meina hvort þeir vilji snúa við eða ekki. Já, þeir voru náttúrulega með hlaðvarp á sama tíma og við og sem saman stúdíói. Við byrjuðum saman öll, sko. Já, við vorum öll saman krúttuð eitthvað. Já. Svo bara gáðust þeir upp. Já, fucking auðmikið. Nei, þeir hafa mikið margt annað að gera. Já. En þeir fengu hérna lána stúdíói sem var bara ógeðslega skemmtilegt. Já, þeir alltaf fáið að lána þeim og þeir mættu einmitt með byggarinn og hérna glimtunum. Þannig að hann er ennþá hér. Já, og það sem að Björn Bragi vildi meina er að hann eigi hluti í Teboðinu. Já, hann var hérna með einhverja sem áttu að vera brandari það, hann væri fjárfestir í Teboðinu, eitt stærsti fjárfestir í Teboðinu. Það er engin fjárfestir í Teboðinu. Það er engin fjárfestir í Teboðinu, nema okkar tími og vinna. Já, það eru bara 2 og þessu nú að byrta, sko. Já, en hérna... Slökkum á þessum rumor. There's no man. Já, no. Það mætti aldrei maður fjárfesta þessu. That's the thing. Nema big bucks. It was big bucks. It was billions. It was billions. Það þá bara heyrði okkur. Það skal íhuga það. Já, það var bara pæli. Tiny procento. En að því að hann let þessi orð flakka hérna og var með þetta brandara, þá eigum við að fá að fara sem tilbúið. Einmitt. You owe us one. Já, you owe us one. For real. For real. Hann var bara að drekka vatn og fínustu glösunum okkar. Já, bara okkar retail glösum, sko, sem var að rætarslistanum okkar. Já, svo borðuðu þeir ballerinakeksi. Borðuðu ballerinakeksi okkar. Þetta var bara svona male energy inni. Við þurftum alveg að taka svona cleanse. Já, svona cleanse, svona með svona, hvað heitir þetta? Svona ríkjelsi. Já, algjörlega, sko. All the male energy. En þeir voru líka með happy hydrate á borðinu. Það er næðislegt. Já, þeir tóku það alveg líka, sko. Það má. Þeir máttu það. En þeir máttu ekki fara jólabræði, þeir verðum að spara það. Já, þeir tóku, ég heldur voru ekki með jólabræði. Það er gott. Ég voru þeir með eitthvað kreatínu. Jú, þeir voru með kreatínið. That's fine. We are plenty of that. Og það er ekki að fara, skilur. Nei. That's here to stay. En við erum að manifesta fyrir nýja árið að jólabræði frá Happy Hydrate haldist. Já, við verðum. En ég er líka spennt fyrir nýjungum. Mjög spennt fyrir nýjungum. Það er við vitum. Bara, oh my god. Þeir hljóta að gera eitthvað svipað ef ekki annars fyrir gráta. Þetta getur ekki haldið áfram jólabræði. Nei. En eitthvað svipað kannski. Eitthvað svona tutti fruttina með, Já, tutti frutti. Það væri gaman. Það væri dásamlegt. En já, þannig að þú veist, já, gaman að fá bæði góða gesti í þættina og góða gesti sem fengur út á stúdíói, sko. Þannig, já, og einmitt, markmiðið náð við pubquiz. Markmiðið náð, já. Það er alveg styrlað. Það er ruglað.
En eigum við að fara yfir annálinn? Förum yfir annálinn, ég er svo spennt. Já, ég er svo spennt. En áður að gera það, þá ætlum ég bara að segja, þetta var, að þið vorum búin að fara yfir 2025, þetta var fullnægðið ár. Þetta var mjög fullnægðið ár. Þökks í blöss. Þökks í blöss, takk blöss. Og við endum árið með stæl með dagatalinu. Já, vá. Þannig að ef þú voru ekki með í ár, þá verðið með á næsta ári. Einmitt. Við veitum að þetta kemur árlega. Við erum mjög spenntar fyrir líka vöru mánaðarins í janúar, sko. Já! Það er alltaf svo spennandi. Það verður örugglega eitthvað með krafti, sko. Pottþétt. Til þess að byrja árið vel. Já. En við ætlum að fara í annálinn. Ertu ready? Ég er svo ready. Ok, í janúar þá var það bara svona aðalmálið þar var að Tom og Zendaya, þau trúlöðu sig. Einmitt. Þau byrjuðu bombuna. Þau byrjuðu trúlöðunar árið stóra. Já, trúlöðunar árið stóra. Já, my God. Svo var það að TikTok hvarf í smá tíma. Herðu, já, Bandaríkin. Þau bönnuðu þetta alveg með sólarhring, sko. Einmitt, það var rosalegt. En það sem var líka rosalegt við það var að fólk byrjaði að segja bara, ok, eitthvað, since we're not seeing you again, Já, byrjaði að játa helling. Játa helling. Já, einmitt. Og svo bara eitthvað, we're still here. Ég hafði ekki að segja það. Alveg, já. Margir að játa og Ozempic og alls konar. Herðu, það er náttúrulega bara allir á með þér á Ozempic, Það var Ozempic árið stóra. Já. Hún má segja það. Já. Herru, í februar þá var það náttúrulega The Grammys og Beyoncé fekk loksins Album of the Year. Já. Our Queen. Song of the Year var They Not Like Us og Super Bowl var náttúrulega líka á sama tíma. Einmitt. Kendrick Lamar, eins og við fórum að segja yfir á hann. Í mars vorum við með Oscarinn. Dubai Chocolate var mjög stórt í mars. 100%. Brainrottið, eins og við fórum yfir á hann. Alabama og Bad Baby. Já, The Drama. Við kynntumst nýju kærastu Pete Davidson, hann er Elsie Hewitt. Einmitt. Hann kom fyrst svona upp á yfirborðið fyrir okkur. Og Sydney Sweeney og unnust hennar slitu trúlófan. Einmitt, þannig voru bara þau og Glenn ætla að byrja saman. Hún er að fara að byrja með Glenn. Já. Í apríl var svona eins og árlega, Coachella. Alltaf gaman að fylgjast með. En þá dreymur hún okkar að fara. Án gríns og svo var það að Katy Perry og Co. fóru út í game. Já, úff. Og hún kisti þarna jörðina og var mjög þakklátt. Það var svona, kannski eitthvað sem hún hélt að myndi vera sleið, en fólki fannst það ekki. Fólki fannst það ekki og varði víst hjónaböndin hennar að enda. Já, það má segja það. Það var það. Já. Hann sem sagt á að hafa sagt við hana síðan í rifrildi, bara að hún hefði verið bara cringy og hallarslega og eitthvað. Já, það voru allir náttúrulega alveg canceling her eftir þetta, sko. Greið, þú bara í geiminn og made it about her. Já. Svo var það Jojo Siva og Chris Hughes. Oh my god. Þau fættust hann alveg í apríl, Já, sko. þau eru ennþá saman. Þau eru ennþá saman. Eitt sterkasta par 2025. Who would have guessed? Who would have fucking guessed? Rosalegt. Í maí þá vorum við Met Gala, eins og við ræddum að hann, og þar tilkynnti Rihanna og A$AP og þau ættu vona sínu 3. barni saman. Einmitt. Hún kom ólétt. Hún er alveg að punga út, sko. Já, og við loksins komið stelpunu sína. Já, dullimú. Já, sem er skemmtilegt. Stefán Diggs og Cardi B byrjuðu saman þarna. Sáu þau fyrst saman. Diddy í máluhöldin, þau hófust. Einmitt. Stór mánuður. Já. Secret Lives of Mormon Wives season 2 kom út. Já, pælti því. Já. 2 og 3 á einu ári. Á einu ári, sko. Já, það er alveg rosalegt. Já, það er það. Og fólk er bara, við fáum ekki að sjá neitt. Bara að slaka. Too serious. Já, in 1 year. Það er hjút, sko. Kristjaner, hún sýndi sitt nýja andlit. Já. Bókstaflega. Besta. Love that for her. Já, alveg bókstaflega. Rode seldi sig fyrir $1 billion til Elf. Ángríns. Huge. Queen She's a Hailey. billionaire. Já. King Kylie. Ég sagði Queen Hailey. Já, ok, ég var frá og Taylor keypti tilbaka alla masterina sína. Taylor Swift. Já, Já. sem er sjúklega stór skref fyrir hana. Í þeim sama mánuði, maí, þá var loksins málhöldin fyrir Kim Kardashian yfir ráninu í París. Einmitt. Loksins fekk hún bara svona réttlæti. Já, og þeir, þú veist, Þeir eru bara gamlir, eða miklu eldri. Já, en þú veist, alveg að hættilegir. Algjörlega. Þú veist, og þetta sérst menninir sem rændan árið 2016 og hún mætti þarna í dómsalinn skört demandum upp á $7 million. Statement. It is a fucking statement. I loved it. Já. I loved every part of it. Og Justin Bieber kommentaði setti myndin af Hailey fram á Vogue og gerði þetta heimsfræga caption sem hann ytti síðan. Það sem hann sagði þess að hann viðurkenndi sjálfur að hafa sagt við hann einhvern tímann að hún myndi aldrei ná þessu. Einmitt. Hann er óheppinu orðin, held ég. Já, hann er það. Drengurinn. Hann er það. Hann meinar held ég alveg vel,
Já. En hann er svona fiskur náttúrulega, þú veist, hann er svona passive-aggressive, Já, hann er ekki smá... það að þú sést það. Nei, það er strákunir, kallafiskana, sko. Við veitum það. Svo kom júní, þá náttúrulega standing on business, it's not clocking to you. Og það var það þá? Já, ok. Kom bara hann í beinu kjölfari. Þannig að við vorum við að, hann var svona byrjar að vera weird þarna í byrjun ás, sko. Algjörlega. Apríl og við höfum maí, júní. Við erum í júní núna, Katy Perry og Orlando, og það voru orðrómar hann skilnað. Jeff Bezos held brúðkaupið sitt fræga. Stóra brúðkaupið. Huge. Og það sem var líka mjög stórt í júní var Kylie Boob Job TikTokið. Já. Það sem hún spyr... Hún sagði all the tea hennar implants. Það sem var bara creator sem postaði bara að þú ert mín fyrirmynd í þessu og þú ert það sem ég langar að fá mér. Hvað fékkstu eða þú ert til í að viðurkenna? Og hún viðurkenni, og getum sagt það öll saman, 445 cc moderate profile, half under the muscle, silicone, Garth Fisher. Hope this helps. Queen. Stór orð. Já, King Kylie. King Kylie. Í þeim sama mánuði í júní þá varum við Mamacita. Oh my. Já. Mamacita. Þarna fættist það, sko. Huda úr Love Island í USA. Já, Machine Gun Kelly og Megan Fox, þau opinberuðu nafn á sínu fyrsta barni saman, sem var Saga Blade Fox Baker. Stórt nafn. Tammy Hembrow og Matt, skildu. Eins og við hættum að sagða hann. Giftuðu þessu líka árunu, var það ekki? Var það ekki byrjun árs? Jú. Já, þetta var bara mjög... Já, þetta var 7 mánaða hjónaband. Já, þetta var, stutt. En þetta er samt lengra en Kim og Chris. Já, 72 dagar. Það er allt lengra það, einhvern veginn. Það er satt. Og svo kom júli, þá var náttúrulega búbús bara ekkert eðlilega stórt. Júli? Já, pælti því. Já. Skilnaður Orlando Bloom og Katy Perry varð official. Swag. Platan hans Justin Bieber kom út. Þannig var hann bara, akkur er ég búin að hafa ágjörð mér, þetta sem ég er búin að gera. Hann er svo skrítið, sko. Hann var búin að vera á Íslandi og ég veit ekki hvað Ísland var alltaf trending. Ísland var trending í ár. Svo náttúrulega stóra Coldplay framhjáhaldi. Pælti í því. Það var stórt. Rosalegt. Stórt. Bara Coldplay átaði þetta par. Ángríns. Og annað sem hélt okkur in chokehold þetta í júli, Summer Turned Pretty. Já. Það átti stóran part af þessu ári. Team Jeremiah. Taylor Swift trúlóðist. Einmitt. Eins og við segjum. Þetta var stórt ár. Stórt ár. Sophia Hutchins, hún lést í fyrrhjólaslysi aðeins 29 ára gömul. Það er vinkona eða kærasta Caitlyn Jenner. Alveg rétt. Mjög sorglegt. Pete Davidson og Elsie Hewitt tilkynntu að ættu von á barni. Ozzy Osbourne lést í júli. Það var mjög sorglegar fréttir og Liam Neeson og Pamela Anderson, þau byrjuðu svona aðeins að stinga nefnum saman. Já, þetta lúkkaði þannig. Þau hafa alveg viðurkennt að það var alveg smá, en eru svona óviss með að viðurkenna. For movie. Já. Í ágúst, í fyrsta skipti, sást Harry Styles og Zoe Kravitz kissast. Já, það var rosalegt. Það var stórt. Hann er bara búin að vera í ykkur PR, bara... Já. Hann elskar eldri konur, sko. Já. Það er svolítið. Herru, svo var það Sean Kingston fraudið stóra. Herru, já. Vorum ekki búin að heyra Sean Kingston í langan tíma. Og svo bara kom þarna upp á yfirborðið í ágúst að hann og móður hans voru dæmd fyrir bara aðild í gjörspilltu millifærslu svikakerfi. Það er rosalegt. Að verðmæti, þú veist, herra en $1 million. Þannig að þau voru sérst að nota fræð hans til að fá skrifa hluti á hann og feikuðu síðan að þau væri búin að millifæra. Vá, hvað það er weird. Langar ekki að segja þetta, en í ágúst þá byrjaði 6-7. Vá, vil ég þessi stýttra síðan? Já, þurftum að taka þetta fyrir. Jesus Christ. Hanna byrjaði þetta. Man's Best Friend, Sabrina Carpenter albumið, kom út hann á 29. ágúst. Svo kom ný skimsvara. Þarna líka. The furry thong. Nei. The Face Shaper. Já. Já, hann kom undan, alveg sko. Rétt. Hann var að það með. Svo byrjaði sögursagnir Katy Perry og fyrrverandi forsætisráðherra Kanada, hann Justin Trudeau, sem þau eru við saman í dag. Þau eru bara alveg saman, sko. That's news to me. Það? Já, ég sé ekki. Þetta er svo mikið á fyrirbyrðsum mínu. Það er ekki vinnu. I don't know why. Herðu, Ronaldo. Hann alltaf þurfti alveg að toppa allar trúlónu, sko. Fuck you, Ronaldo. Gríns. Hann bað Georgina Rodríguez að giftast sér, já, með einhverjum stærsta hring sem jörðin hefur séð. Kontroversial, sko. Já. Þetta gæti endað heiminn.
100%, þetta er alveg þannig steinn, sko. Rosalegt. Og Bobby Althoff, hún snýri aftur með nýtt hlaðvarp, Not This Again, og þessum að Drake var aftur fyrsti gesturinn. Ekki aftur, hann var ekki síðast, en Drake var fyrsti gesturinn. Stórt viðtal, skemmtilegt viðtal. Emo baddies, þannig kom það út, maður sæll. Vá. Lil Nas X var líka handtekinn í ágúst. Þú rosalega mánuður ágúst. Já, stór mánuður. Bara ennþá í ágúst. Já. Svo var það september og þá tilkynnti Cardi B að hún væri ólétt með hún væri að bera barn með Stefan Diggs sem var 4. barnið hennar. Jimmy Kimmel var rekinn eftir einhverjar Trump-yfirlýsingar. Nei, orð sínu Charlie Kirk. Það var Charlie? Já. Já, ok. Og David söngvari, málið hans og Tesla hans. Það hóst, þarna. Í september. Fólk held að hann verið saklaus og núna held allir sem sé segur. Hann núna alveg, held ég. Í haldinn. Já, það ekki. Já, hann number one suspect held ég núna, sko, sem fór betur í þetta mál. Algjörlega, við þurfum að taka þetta aftur fyrir og sjá hvernig málið standa þar. Hvenær var þetta, veit ekki, þú ert kannski að koma að því, brúðkaupið Salínu? Við erum að koma að því. Okay. Það var VMAs líka í september og það sem að tók í rauninni sigurinn þar var Lady Gaga. Hún tók alveg 12 það er svo fyndið að því að hún er svo ekki á mínum roster. Nei, ég veit það. En hún er bara slaying, skilur. 12 tilnefningar og 4 velun. Það er svo fyndið að því að hún er bara slaying the game og maður samt veit það ekki. Nei, ég veit það. Okkar við sem hlustendur. Við þurfum að sjúna betur inn í það. Já, elskum alveg Gaga, sko. Já, Sydney Sweeney og Scooter Braun, nýtt par. Já. Í september. Já. Eru þið ennþá? Þau eru ennþá. Og þau vist kynntust í Jeff Bezos brúðkaupinu. Og hann á víst að vera eitthvað hella toxic, man ekki ekkur. Af því hann var þarna fáiðinn við bæði Bieber og við Taylor Swift og hann er alveg búin að fáið svona, sko. Ok. Scooter Braun. Það er hann sem seldi masterinn á Taylor. Hann er eitthvað svona mastergæði. Já. Hann er svona þannig gæði. Ekki alveg, sko. Nei. Svo var líka, það var sérst málið en að Cardi B var í gangi þarna. Með the wigs. Já, borgarlegt mál frá 2018 kláraðist og með sigri í hennar garð. Þar sem að hún vann málið á móti fyrrverandi öryggisverði Emani Ellis, manstu, sem að saka hann að hafa bara gengið skrokk á sér. Já. Á læknastöðu í Beverly Hills árið 2018. Hún var svo unbothered í þessu viðtali. So unbothered, sko. Swag 2 platan hjá Bieber kom út í september. Tom Clare og Molly Smith, The Love Island parið, þau trúlofuðust. Já. Cute. Það var svo cute. First couple on earth. Literally. Allan að hún, já. Þau saman, skilur. Já. Það lítur að vera. Já. Hún er rosaleg. Í rosaleg shape, sko. Svo myndir þú postaðan daginn? Bara örglega. Í snjónum, bikiniði. Jú, ég sá það. Damn. Goddamn bablú, sko. Herru, svo eru Emmys náttúrulega líka í september og The Studio sló metið þar. En það er að horfa þetta sér. Já. Svo var líka tilkynnt í september að Taylor Frankie Paul yrði the nýja Bachelorette. Það er bara going strong núna. Já, það er bara, það styttist í að við fáum að horfa á það og það verður fyrsta série sem ég horfa á Bachelorette. Tjóðlega spennt fyrir því maður. Ég líka, ekkert eðlilega. Það kom ný heimildavind frá Kanye West, In Whose Name. Ég enda eftir að sjá hana. Já, ég líka. Hún er ekki mjög aðgengileg. Nei. Er þetta að finna hana? Típist Kanye. Mjög típist. Selena Gomez og Benny Blanco giftu sig. Þarna, hvernig var þetta sem nóvember? Þetta var 27. september. Og við ennþá í september? Við erum ennþá í september. Rihanna og A$AP eignust þriðja barnið sitt, sérst stelpu, hana Rocky Iris Mayers. Hún er eðlilega að fljóta þessu. Hún er svo góð í að púpa börnum. Já, ekkert eðlilega. Nicole Kidman og Keith Urban skilja. Þetta voru stóra fréttir. Ég veit að þetta er kannski ekki okkar roster eða þannig. Þetta voru svona stóra fréttir. Þetta er bara eitt frægasta par Hollywood og eftir 19 ára hjónaband. Jesus, Nicole Kidman er líka svona hún er svona góðsögn, skilur. Hún er það. Hún er svona one of the OGs. Já, hún er one of the OGs svona Hollywood stars. Satt. Það var líka tilkynnt í september að Bad Bunny verður með halftime showið. Ég er rosalega spennt fyrir því. Já, ég líka. Ég er alveg fíla Bennarann, sko. Já, ég er mjög spennt. Þótt ég þekki ekki tónlistina þannig. Ég er spennt að sjá. Jú, þú þekkir hann alveg. Já, ég er spennt að sjá. Þessu spænsku góðu lög. Já. Það er bara hann, Bennarinn okkar. Herri, svo var í október, þá var Louvre-ránið. Louvre-ránið.
Ég elskar að við romantisæsum bara Louvre. Það gerði allir, sko. Ég tala bara við, bara sem heild. Já. Það var bara romantisæsa þetta, sko. Ángríns. Af hverju þetta svona fyndið? Ángríns, styrlað. Já. Það var alltaf Halloween líka í október og við höfum alveg talað það áður að það var ekki, þú veist, þið hefði alveg getað betur, sko. Já, þetta var ekki frábært árið Halloween, sko. Þetta var það ekki, kannski bara svo sem tók sigurinn heim var Demi Lovato. Já, sem pút. Já. Ég elska þegar celebs gera grína sér. Já, það er best. Svo var það Taylor Swift, hún gáð plötuna síðan, The Life of a Showgirl. Ophelia og fleira kom út þarna sem að hefur alveg verið catchy. Er catchy. Get gefin það. Það er catchy. Er catchy lag. Yes, sir. Og heyrið það hjá okkur, sko, tebóðinu. Ángríns. Finnst það catchy. Ég hef ekki viðkend á þér. Nei, það er bara sannleikur. Stór orð. Málið hans Diddy var loks á enda. Mér finnst það ekki loks, mér finnst það, já. Já, nei, þú veist, það var ekki rétt niðurstaða í því máli. Við erum öll sammála því. Já, þetta er svona, hvað segir maður áttir, þegar það er eitthvað svona, þú veist, maður getur ekki hægt að hugsa Já, bara lives rent free, semi. Nei, þetta er eitthvað svona orð, Roman Empire. Já, Roman Empire, já. Það og Epstein-málið náttúrulega. Ángríns. Hvað er frella? Kendall Jenner hélt ammálið sitt, 30 ára ammálið sitt, á glæsilegri einkaeigu. Það er svona drauma 30-ammálið mitt. Vá. Bara if I had the budget, já, þá myndi ég gera þetta. Og í október þá kom The Bush frá Skims út. Já, The Bush. Love it. Það er með þetta að kaupa okkur hans, sko. Já, algjörlega. Í nóvember, ég get sagt að Wicked hafði svolítið 8 mánuðin í nóvember eins og áriðinu áður, en það eru náttúrulega ekstra dramatískar í ár, sko. Það voru rosalegar í fyrra, en í ár. Það voru ekki eins dramatískar, nú var þetta meira svona svona protective dæmi. Já, þetta var Cynthia var bara svona eins og Ariana var komið svona smá að nóa þessu en hún var svona og hún var rosalega mikið mím bara hún sjálf. Akkurat. Ariana var svona meira úr þessu, það var ekki eins mikið grenjandi. Það var líka að tala Ariana var svona, það væri svona smárin að breytum, þú veist, hún var aðeins minna í, þú veist, svona einan gæslappa búning, þú veist, klætt og þannig eins og hún væri svo svolítið að fjarlægja sig úr þessu. Já. Glinda hlutverkinu, sko. En það klála átti bara það var rumors þarna að þau voru hægt saman, hún og Ethan Slater sem ég vist ekki satt svo. Það er ekki satt. Nei. Það er búið að staðfesta það. Já, Starbucks Teddy bollin gerði allt brjála það í nóvember. Það var alveg allt styrla. Já, Kim náði ekki prófinu. Elsku. Já, það var alveg sorglegt. Courtney er alveg cancelled yfir þessu þáttum líka. Jáp, hún er það. Og svo er það The Sexiest Man Alive, Jonathan Bailey. Jonathan fucking Bailey. Ég elska Jonathan Bailey. Þannig að hann átti alveg nóvember, sko. Skilið. Já. Það langt síðan einhver sem átti að svona skilið. Akkurat. Mann, skilur við. Fattar við? Hann á skilið. Hann á svo fucking skilið. 100%. I love him. Svo er það Kris Jenner, hún hélt 70 ára afmæli sitt með 0070 party. Þetta var bara næstuð eins og Bezos brúðkaupið, sko. Það var haldið heima hjá honum. Já, einmitt. Já, haldið heima hjá Jeff Bezos. Why? It's giving me smá P. Diddy white party vibes. Svona celeb high-end party, sko. Líka löggan alveg þurft að koma nokkur snum. Já, þetta er alveg smá sess, sko. Já. Ég alveg. En I love the aesthetic, sko. Já, lukkaði vel, já. Alls Fair þættirnir sem að Kim Kardashian leikur í. Já, ertu bara að horfa á það? Ég er búin að horfa á fyrstu 2 og þeir voru ekkert svona slæmir. Nei? Fyrstu 2 þættirnir, sko, ég eftir að klára. Fyrstu 2 þættirnir. Fyrstu 2, já. Þeir voru alveg skemmtilegir, sko. En ég eftir að klára, en þeir hlutu náttúrulega bara hræðilega gagnrýni. Já. Alveg hrikalega. Svo var það Cardi B eignaðist barnið með Stefan Diggs og Secret Lives of Mormon Wives byrjaði aftur í nóvember. Þá förum við yfir í desember en það er náttúrulega, þá endaði Dancing with the Stars sem var svolítið búin að eiga sísonið, já. Og með því komu fréttinar að Alex Earl og Braxton var hætt saman. Já. Sorglega fréttir. Sorglega, og það var samt svona in the air alveg fyrir ekki lengi. Já. En hún bara stóð sem er príðið að sagði okkur frá. Já, hún gerði það. Það er ekki margir sem gera það, sko. Nei, hún gerði það fallega. Já, mjög fallega. Og þetta var líka my Roman Empire. Já. Ég alveg fekk alltaf svona, please, þetta er ekki satt. Já. Þau eru so right for each other. Æ, þau voru svo cute eitthvað. Já, en það er svona wrong time. Þetta lukkaði þannig, sko. Fruity Pebbles. Bara við veitum öll hvað Fruity Pebbles eru núna. Piss. Eða þú veist, líka bara greiði morgunkotni, sko. Já. Greiði morgunkotni. Eða, kannski er það bara hellu saláði. Við þurfum eiginlega að checka á the stats. Ég myndi ekki... Jú, ég held það. Jú, kannski. Að pissi átt að lykta vel eins og Fruity Pebbles, skilur við. Já.
Af því hún var að reyna að útskýra það alveg gott. Það bara leiðilegt að einhvern veginn vera morgunkopp, þú veist. En þú veist, fólk eru að kaupa upp á djóki, helling, skilur við. Þannig að það er örugglega seljast. Já, kannski. Svo er það 50 Cent og Diddy heimildaþættirnir. Þeir kom út hann í desember, þannig að 50 náttúrulega líka búin að eiga desember smá, sko. Já, 50. Alveg með sín mím, eða bara svona, hann er a mím. Hann er a whole meme, sko. Og Kim Kardashian stimplaði sér inn í heim tölvuleikja og gerði Fortnite. Dude, er hún slaying there. Ángríns. Ég var lofinni, Bensi spilaði Fortnite, svo ég var bara... Þú bara að kaupa? Er það búin að kaupa? Já. Það er gæst. Já, hann kallar þetta reynda sunnu einu skinnið, með hann blond og í bleiku. Okay, I love that. Ég bara, tí. En... Já, ég elska að sjá svona, þú veist, ég hef aldrei fílað mikið Fortnite svona TikToks sem fólk, en þegar það kemur svona Fortnite TikToks svona eitthvað Kim Kardashians bara að dansa og slá hverjum aðra með Birkin bags, það er svona, I might play. Já. I might play. Veistu, you did something right there. Teach me. Já. Teach me. Fórst inn á minn markað, sko. Já, there we go. I'm here for it. Þetta var árið. Herðu, það vantar eitt inn á þetta sem kom alveg núna bara fyrir 2 dögum. Já, núna bara í desember. Bara 27. desember, bara þá kom Harry Styles upp frá bara... Reis upp frá dauðum. Reis upp frá dauðum, eftir að hafa ekki postað eða gefið neitt út í 2 ár, rúmlega. Já. Hann postaði á YouTube, bara 8 mínu löngu vídeói af seinustu tónleikunum hans á Ítalíu. Og þetta er bara 8 mínútur vídeo af bara his fans og það er píjónuspil undir og í endan vídeo heitir Forever Forever og í endan stendur We Belong Together. Og fólk er annarkvort að halda að þetta sé retirement post eða sé plata sem heitir We Belong Together sé að koma út. Það lítur að vera. Fuck já. Retirement post, come on, Harry, við erum rétt að byrja, sko. Hann er ungur á besta aldri. Hann vissulega hlaupar þessi marathon. Já. Þú veist, en hann var bara svona, fólk er að koma undir bara, oh my god, he finally remembered his YouTube account password. Já, bara finally. Já, bara finally remembered he has a job. Já. En já, þú veist, og það er búið, ég veit ekki hvað sé Photoshop, en það er innan Lyric Genius, og var að sjá okkur TikTok, það er svona komin eins og sé plata We Belong Together. Oh my god. Já, veldig kannski 2006 að fá í afmælisgjöf. Það væri draumurinn. Harry. Það væri draumurinn. Harry. Já. Baby. Að koma aftur. Please, Harry. Please. Það væri rosalegt. Já, það væri sturla. En þetta er búið að vera sturla ár og við viljum líka þakka Natraker náttúrulega fyrir árið. Fyrir frábærar vörur. Náttúrulegar og hreinar tíðavörur. Já, fyrir að bara passa upp og okkar tíðarhingi með hreinum og góðum vörum. Algjörlega, mjög mikilvægt. Mjög þakklátar. Förum þannig inn í nýtt ár. Já, og náttúrulega líka eins og fyrir mig með vörurnar eftir barspurð og brjósta lekarlífar og fleira. Bara takk Natraker. Takk Natraker. Fyrir það. Og ekki má gleyma að segja takk Gólega fyrir árið. Gólega. For the ride of our lives. Já, það ángriðs. It's been a fucking ride. It's been a ride. Bara, you made sure að við komumst í vinnuna 2025 og við erum ykkur ævilega þakkláttar. Ævilega þakkláttar. Fyrir það. Bara bósa ljósar. Bara ævilega þakkláttar. Út fyrir endamörk alveg. Algjörlega. Bara takk fyrir það. Takk fyrir það. Takk hella, góðlega. En þetta er búið að vera bara yndislegt ár og við hlökkum til á nýju ári að fara meira út að borða. Og vá, hvað við erum bara spenntir að fara á tapas bara allan í janúar. Allan í janúar. Það er svo mikið spennandi og gott. Já, þú veist. Og bara humarinn. Jesús minn. Vonandi áttu við góð tapas-spars jól. Já, við vonum það. Við áttum það allavega. Við áttum mjög góð tapas-spars jól. Við vorum rosa mikið á tapas-sparsum. En það er líka bara eins og það á að vera. Þannig að það vera. Þetta var bara yndislegt að geta fengið góða mat og ekki einu sem bara góða mat, líka bara góða þjónustu. Nei, bara best. Og láta hugsa svona vel sig og fá, já. Það var alltaf besta. Við reyndar spurðum Tepos-besties þeirra uppáhaldsmoment. Við varum að tjekka hvort það sé eitthvað sem við varum að gleyma. Já, endilega. Er það ekki svona smá mörst svona til að klára árið? Jú. Finish up the year með Tepos-bestie bara faves. Algjörlega. En við spurðum ykkur eftirminnilegasta pop culture moment 2005. Og það er bara strax sér mikið af Coldplay framhjáhaldinu. Jöps, eðlilega. Midnight Sun, Addison Rae albumið, já, Metamorphle, M&M, Flip It Around, Wicked Witch, Tate McRae, Period, bara gerði allt sem hann gerði. Rétt.
Katy Perry for the Game, andlega Kris Jenner, Call Her Daddy, alveg Feeding Us, True. True. Hún gaf oss alveg gott ár, sko. Já. Allt sem tekið This Wicked, Italian Brain Rock, Erica Kirk, náttúrulega mjög mikið hana. Já, mjög mikið. Hún komið ekki á fóripessið þitt? Já. Já, mitt líka. Náttúrulega Nicki Minaj var cancelled annan daginn. Gleymdum að taka það fyrir í desember. Nicki Minaj bara cancelled, bara búin að loka Instagraminu sínu. Misti 10 milljónir followers á einum degi. Já. She's goners. Það sturlað. Já, rosalegt. En líka bara eitthvað, hey, bara þú veist, passa hvað það segir. Watch your fucking mouth. Watch your fucking mouth. Wicked Press Tour, Sydney Sweeney cancelled, Cynthia Erivo, Tate McRae, VMN Stance, framhjaldið Coldplay, Sydney Sweeney dramað, Nothing Beats a Jet to Holiday. Það alltaf eitthvað sem við glemdum, sko. Harry að droppa random videolog-árs, Kendrick Lamar dishing Drake's Super Bowl halftime show, Sarah Larsson comeback og augskakinn hennar, Kim K, Jacket Potato. Þetta er akkur ekki kveikja. Hann var einhverju viðtali og hún var dressed as a Jacket Potato. Já, ég veit hvað það tala um. Gömul kona bara, do you love Jacket Potatoes? Já. Alexander og Braxton, Kendrick vs. Drake, Italian Brain Rot, Katy Perry, Memorable, Justin Bieber, já, við erum bara að fara yfir flest, þannig að þið myndið okkur á helling. Já, algjörlega. Fórum aðeins hérna í líka eftirminnislegustu tepos-moment frá ykkur. Spennt að sjá. Yes. Live show. Sinnum 1000 hérna, það er allir að segja live show. Margföldunum okkar, við erum alltaf svo góðar því. Rage Bait búningurinn, Elizabeth Eva. Live show 300 þættir, Beef-boðið, JB, live show, Gúrkuþátturinn var reyndar fyrir. Já! Bríet XT-boðið, live show, stemmingin í Beef-boðinu, Juno-búningurinn og Bleiki Smeggiskapurinn. Live show og Inger útfara áskriftaþátturinn var crazy. Sammála. Oh my god. Herði, við getum ekki enda árið án þess að taka 12 vimber. Oh my god, já. Ertu með timer? Já, við ætlum að setja mínútu timer. Ok. Þannig að núna, það er mér sem sko, það eru flugveldar, við heyrum við flugveldum fyrir utan. Jöps. Það er crazy. Það er alveg gamla státtur, Við þurfum að byrja timerinn og það er 1 mínúta. Minute. Og við megum ekki feila því að við verðum að stækka 2025 og gera 2026 stórt. Nei, við megum ekki að setja neitt lag undir. Nei. Þið þurfum bara að hlusta á okkur, borða vimber. Og svo kveðjum við ykkur. Hingrum með okkur í 1 minute. Ok, let's go. Nei, ég misti. Wow, þú ert bara... Oh my god, sorry. Það er búin. Ég er búin. Wow. What that mouth do? Yeah, but eat fast. I have whole 30 seconds to spare, sko. Ég geti tekið næsta ár líka. I'm still working on mine. Það er gott. En ég get að lofa ykkur að mitt ár verður hratt og gott. Ég er ennþá að klára. Herðu, skál fyrir 2025. Skál fyrir 2025. Með 2026 verða ennþá betra, ennþá stærra og ennþá skemmtilega með ykkur. We love you besties. We love you guys. Frábært ár, spenntar fyrir næsta ár með ykkur. We love you. Hæmurinn. Oi. Skál. Gleðilegt nýtt ár.